komið heil og sæl og verið velkomin í þátt Chess After Dark. Já, góðan daginn. Það hafa Birgir Kall og Leifur sem heilsingur, en í kvöld eða dag, þetta tekið upp að degi til. Þetta á sunnudegi. Fáið til okkur mann sem hefur eytt 22 árum innan veggja Elko. Ekki nema. Nei, ekki nema. Frá sölumanni á gólfinu og upp í framkvæmdastjórastólinn. Hann tók við stærstu raftækjaverslun landsins árið 2022 í miðri stefnubyltingu og hefur síðan þá unnið öll helstu verðlaun sem hægt er að vinna á íslenskum markaði. Velkomin í Chess After Dark, Óttar Örn Sigurbergsson. Já, takk fyrir. Gaman að vera hérna og bara takk fyrir að bjóða mér. Já. Geggjað, þvílíkur heiður. Já, takk. Og eftir Ólafi, ég veit ekki. Það að segja það. Ég fekk nú að ringi Óttar og segja, þetta nú að raðast þannig upp að þú ert nú með 300, er þér sama þó Ólafur Ragnar fáið það Já, slott? akkurat. Hérna, ég fæ þátt númer 301 þá, það ekki? Jú, það er eitthvað svoleiðis. Við erum Já. reyndar að jöggla rótu sér núna, Já. sko, eftir Ok. hvað er Já. þetta er svona, þannig ég lofa þér engu, þú færð þátt allavega. Ég fæ þátt, geggjað. Sko, við byrjum bara aðeins á manninu að baka titilinn sem eins og Leifur kom aðeins inn á í innkomunni, búin að vera 30 ári ráftækjunum, 22 með Elko. Byrjum að, hvar varstu áður en varstu í Elko? Sko, ég er nú eiginlega bara fæddur og uppalinn í Elko. Ég kem beint út úr skóla Já. inn í Elko, en sem sagt ég er búin að vera 30 ár í ráftækja, eitthvað í tengslu við ráftæki. Já. Byrjaði að selja notur ráftæki í sportmarkaðinu þegar ég var bara 16 ára. Og hérna, það eru örugglega fáir sem munið til sportmarkaðinu, men það var svona umbúðasæli, tók notutæki í sölu og svoleiðis. En svo hérna, eftir Vestló, þá fer ég hérna sem sagt hérna í skífuna, heildsöluna þar og er að selja PlayStation og þarna með Óla Jóels og því lít gaman, tölvuleikir og okkur svoleiðis. Og svo fer ég að háskóla og bara strax á eftir inn í Elko. Þannig ég er bara fæddur og uppalinn þar, búin að vera lengi. Ég fór hérna í viðskiptafræði í Tækniháskólann sem var síðan hérna HR og hérna þannig að það er mín menntun en ég er bara uppalinn í smásölu í ráftækjunum. Já, heldur betur. Sko, við erum að spyrja þegar þú varst að byrja og byrja að grænda og byggja fyrirlanda, hvað varstu bestur í að selja? Ég var ógeðslega lélegur í að selja. Er það? Já, bara þannig. Já. Ég mætti þarna og eitthvað, hvort þetta var ekki bara vorið eða eitthvað, vorum að opna skeifuna þarna 2004. Þá kem ég inn í Smáratorg, þar sem vorum með verslun áður og ég kem inn og bara herðu, nú ert þú bara að selja tölvur og prentara og þetta eru bara sölurökin og svona þetta berið að þurft að selja og svo þetta selja upp í þetta, bla bla bla. Ég bara, Jesús, ég er aldrei að fara að geta þetta. Svo bara gæti ég þetta ekki, ég var bara ekkert góð. Nei, ok. Þú veist það, bara þannig. En ég hafði aðra kosti sem svona hjálpuðu mér í gegnum þessa vegferð og hérna var bara rosalega, náttúrulega mikill metnar í manni kraftur og svoleiðis, þannig ég stoppaði rosa stutt við á sölugólfinu og mikið í gangi, skeifan að opna og þú veist, það er allar stöður að opnast þarna. Þannig ég fengi mig fljótt í að hérna, semst í innflutninga og afþreyingarefni sem vorum bara að hefja þar og í samkeppni við BT þeir voru gríðarlega stórir og sterkir á þenn tíma. Og hérna, hann ég fer í það og sinni því lengi byggi það svolítið upp hjá okkur og svo þegar það er komið svona ról og pullandi samkynni með BT á fer ég að opna nýja vefverslun á Elko sem við launchuðum síðan 2007 og svona, svo fór hún bara í rekstur, það var endar alveg rosalegt verkefni sko, þú veist, það var, þú veist, netbólan hérna 2000 að springa og allt þetta og svo var svona second wave að fara í gang. Það voru ekkert mörg fyrirtæki með vefverslun á þessum tíma, þannig að við vorum svona pínu bara untested grounds, þannig séð sko, hjá svona brick-and-mortar verslunum. En við hendum vefverslunum loftið og hún fyrir rekstur og fer bara svona hægt og rólega af stað. Þá er ég fenginn inn í sérverkefni hjá hérna, það var undir framkvæmdastjórnum þá Intersport og Húsgagnahöllin og Elko, allt á einum hatti, svolítið stórt verkefni. Þannig ég fer þarna undir með honum sem svona aðstofamæðs, ég hjálpa honum með það, en það endur stutt því þetta var bara í 1 ár undir svona skipuriti. En ég verð síðan hérna fyrir innkaupastjórastöðu eftir þetta og sem sinni 10 ár. Og það er bara eitt skemmtilegasti tími sem ég upplifað. Já. Bara, þú veist, vera bara kennsla á ný tækifæri og hérna nýja tækni og allt þetta og það var engin markastjóri þannig að maður líka eiginlega hálfparti markastjóri að hann var ekki mannastjóri heldur þannig að maður líka svona sinni einhverju bara eiginlega öllum hlutverkum voru mjög fáir á skrifstofunni þá þetta var svona rétt eftir hrun hérna ótrúlega skemmtilegu tími samt. En ég sinni þessi 10 ár og svo hérna fara nart í mig svona annar staði frá og ég á svona að hugsa að
hverfa frá Elko sem var mikið brot í hjarta þegar ég er með svo mikið Elko í hjarta Já. en framkvæmdastjórinn þá næra að halda í mig og ég fæ hérna aðstofa framkvæmdastjórastöðu sem ég sinni í stuttan tíma til að hann fer á eftirlaun að þá tek ég framkvæmdastjórastöðuna. Já, mitt. Þetta bara, sko, þetta alveg dæmigert fyrir svona Elko, starfsfólki Elko. Það eru margar hetjusögur innan hús hjá okkur. Ég held að sé í stjórnandahópnum sé 70-80% sem hafa unnið sig upp og skrifstofunni 60-65% af fólkinu sem byrjaði bara á gólfinu. Ég sé gólfinu bara seljarátæki og svona. Þannig að þetta er mikil tækifæri fyrir þá sem vilja tækifæri. Já, maður kannski segir mér eins og talar hún ólst upp bara innan hjá Elko og þarna bara living legend þar og orðið húsgagn og rúmlega þar hvenær kannski áttar á því að gerast það meðvitað eða ómeðvitað að þú varst bara, ég bara fara að vinna hérna eilífið í 100 ár, sko. Fyrstu árin var ég alveg bara, hvert ég að fara út, hvert ég að exita, hvert ég að fara, ég ætla alltaf að fara í bankana, við erum rosa flottu bankakall, sem ég mjög ánægri gerði ekki, en hérna út af þetta var alltaf 2004 Það var verið að replacea núna þá. En þetta góð spurning út af ég ekki alveg viss hvernig ég áttaði mig, en þú veist, ég var með félaga sem ég útskrifast með á háskóla og búin að alast upp með líka úr gamla hverfinu. Og ég fór svona að horfa á mína vegferð og ég er svo mikil keppnismæður aðeins svona að sjá hvað var að gerast í kringum mig. Og ég var bara alltaf að uppgreitast innan Elko. Ég var alltaf að fá meiri og aukna ábyrgð og aukinn tækifæri og svoleiðis og þá voru stjórnendur sem sá eitthvað í mér og voru að leyfa mér aðeins að sprikla og fara að herra. Og þannig að ég veit ekki á hvað tímapunkt ég átta með en ég held ég að hafa bara séð, þetta bara kannski framtíða vinnustæður. Þú veist, ég var bara komin í þessu störu sérstaklega eftir ég var innkaupastjóri þarna, þá var þetta bara orðið það gaman að ég gat eiginlega ekki sleppt hendinni af þessu. Nei, og eins og kemst inn á ef að gögnin eins og komst inn á eins og gögnin okkar er rétt, eins og segir 78% stjórnenda hjá Elko hafa unnið sig upp innan hús, 60% af skrifstofufólki kemur af gólfinu eins og tölum ég ætla að spyrja að komast aðeins inn á hana punkt á hana, þetta væri svona típist Elko, DNA Elko, en ég ætla að spyrja sko, er þetta tilviljun eða markviss stefna Elko? Sko, ég myndi ekki segja þetta var kannski markviss stefna út að þetta ekki í mannustefnunni þannig, en þetta er hálfgjört lofvörð að fólk fá að læra eitthvað þegar fólk er að vinna í Elko og það læra eitthvað nýtt á sínum ferli og til dæmis þegar við erum með lausa stöður þá erum við alltaf að reyna eins og við getum að auglýsa fyrst innan hús ef við vitum að færðin til staðar, klárlega. Er þið þá með fræðslu og námskeið líka sem standa starfsfólki til boða til þess að við að sér þekkingu í starfi? Já, við erum með svo kallan fræðslupakka sem við svona, þetta er alltaf gaman að stilla svo upp í svona eitthvað plagg, fræðslupakkin. Það eru svona út af því að við erum náttúrulega rosalega mikið af skólafólki eða fólki í millibils ástandi inn á gólfi hjá okkur. Þannig að við erum til dæmis bara í fræðslupakkanum raunfærni mat, þar svo getur fengið starfsreynslu metna upp í framhaldsskóla einingar. Þannig að fólk getur nýtt svona svolítið það til að hjálpa sér inn á stúdentsprófinu og svo erum við náttúrulega með grimma fræðslu út af því að við erum bara í þannig geira að viðskiptunum okkar vita yfirleitt allt vörurnar þegar við komum í verslanir, búin að fræða sig á netinu og gervigreindinu og öllu þessu, þannig að okkar fólk það bara að vera tilbúið að mæta því. Þannig að það er alveg mikil fræðsla þar á bakvið. Og við erum núna aðalega með staðbundna þjálfun þar sem að við erum basically augliti við fólkið en erum að skoða núna rafrænt þjálfunarkerfi sem við vorum með áður en þurftum að hverfa frá. Þannig að það er svona kannski næsta skref í fræðslumálunum og við vorum náttúrulega með mjög öflugt starf fengum menntavölun atvinnulífsins 2024 sem var alveg gríðarlega flott viðurkenning á því starfi sem við vorum búin að vinna. Og það er bara mikill metnaður að standa undir því í dag. Klart, þú kemur aðeins inn á þetta áðan og varst aðstofa framkvæmdastjóri í stuttan tíma áður og tekur við sem framkvæmdastjóri sá maður Gestur Hjallason hans með honum í 18 ár hann tókst við. Hvað lærður á þeim mestara? Ég lærði helling. Við áttum enga samlega þarna fyrst, sko. Nei, þeir stóri karakterar. Nei, sko, hann var þá mjög stóri karakter, sko. Ég var bara gæinn sem hann kallaði mig bankastjóran. Það var ég alltaf bankahurðinni honum. Það eru laun, ég vil meira. Og þannig að það var svolítið stemming í því, en við áttum kannski ekki skapsaðan fyrstu árin, en svo svona varð úr því að ég fór svona svolítið undir vænginn hjá honum. Og það sem ég lærði bara helst af honum bara var
hvernig ætti að reka bara fyrirtæki. Já. Það bara, þú ert að horfa kostnað, þú ert að gera þetta með lágun tilkostnaði og hann passaði upp á kostnaðin gríðarlega mikið og hann kendi mig líka að byggja ákvarðanir á gögnum og hann challengeaði mig hvert einasta skiptir hér kom til hans með eitthvað, herru, gerum þetta og herru, hvað gögnunum bak við þetta? Ég svona nýgræðingurinn bara, herru, leið mér aðeins og þá lærði maður svolítið að byggja ákvarðanir á gögnum sem að við gerum bara mikið af í dag hjá okkur í Elko. Við erum kannski minna í svona, skyndi ákvarðanum, heldur við erum að byggja þetta okkur sem þekkjum og það kemur svolítið frá honum og hann kendi mig líka bara væntumþykju mannauðinn og hann var svona pínu gamli skóli og þótti væntu fólkið sitt og bara læriði helling á hann. Ég náttúrulega hann ól mig upp í 18 ár í rekstri. Þannig að taka helling frá honum. Já, gott að gefa honum sjátt. Þetta að slúta þessum kapla ef einhver les þetta og nýbyrjar í afgreiðslu hjá okkur í sumarstarfsmaður. Hver svona þín ráðlegging til hans? Eða hennar? Það bara eldu metnaðinn. Já. Og ekki gefa þér leyfi á slaka. Nei. Það eru það eru mörg hjá okkur sem eru á einhverju vegferði í sínu lífi og upplifa einhvern slaka og gefa sjálfur sér slaka, það bara ekki boði. Man verður að halda áfram með þessi vegferð, alveg 100%. Ég segi bara það, ekki gefa eftir. Nei, gott. Áður við förum í stefnubyltinguna. Mér leikur forvitna á að vita sem innkaupastjóri, ég veit ekki hversu mörg vörunúmerin eru hjá Elko. Þau eru mörg. Já, það eru ekki það mikið. Þetta er 8-10.000. Þetta er ekki neitt. Þetta er ekki neitt. Nei, ég held að Boost sé með 700.000, sko. Já, það er mikið. Já, en hvernig, bæði yfirflokkar og síðan merki, hvernig er þetta allt eitthvað skipulagt ferli eða er þetta bara eftir vendingum innkaupastjórans? Já, ertu að tala bara hvernig við splittum þessu upp hjá okkur Ég bara, nú ætlum ég að taka inn þessa tilteknu vöru sem er bara eitthvað millistykki fyrir einhverja innstungu eitthvað. Já. Þá er það vöruflokkur og síðan er það einhver ákveðin vara, eitthvað merki. Hvernig er þetta ferli? Hvernig fer þetta fram? Sko, við erum með vörustjóra undir forstöðumanni innkaupasviðs hjá okkur og það er búið að vera svona ákveðin skipting á því síðastliðna ár. Við erum með NDA sem eru stór heimilistæki, SDA sem eru lítil heimilistæki og svo erum við með farsíma og tölvuflokk og eitthvað svona og við erum að skipta þessu svona eftir eiginleikum niður á vörustjóra. Þannig að það er einn með stór heimilistæki, einn með lítil heimilistæki og einn með farsíma. Þetta er bara svona skipt niður og þeir stýra sínum flokkum og gera innkaup í sínum flokkum til að uppfylla plássið í verslunum eða þá vefinn. Og þegar kemur að því að kaupa eitthvað svona lítið stykki þá er það ákvörðun vörustjórans að gera það. Og fara þér út á vörusýningar og... Við erum náttúrulega með sérlefi samning við Elkjöp og innkauparsamband við Elkjöp og við fáum gríðarlega miklu þekkingu frá þeim, fáum gríðarlega mikið vöruúrval líka frá þeim og hagkvæmni stærðarinnar. Þeir eru með 400 verslanir pluss náttúrulega Currys sem á Elkjöp er á bakvið það sem er stærsti ráðtækjasalinn í Bretlandi. Þannig að þetta eru stórir kallar og stórir aðalar og en við erum að nýta þetta svolítið en við förum vissulega út á vörusýningar en við gerum kannski ekki jafn mikið út af því við höfum styrkin í Elkjöp og þurfum kannski lítið að vera að finna pjólið þó við höfum samt upplegað að við erum meiri fast múverar heldur en Elkjöp. Þeir eru kannski stóra olíuflutningaskip eða tekur tíma að snúa sér og meðan að við getum verið svona agile og þú veist bara ef ég nefnir sem tæmi bara eins og sous vide tæki þegar það sprakk upp þá vorum við bara, þú veist, early adopters bara takað henni í sölu og ísvilinn og Stanley brúsarnir og þú veist, við nefnum einhver svona skemmtilega vörur. Já, kannski eitt af því að vorum Herdís í okkur daginn fóstur á sína og hún var að tala um að þau voru að borga fárlega mikið fyrir fransessi við semst Vodafone. Ég velti fyrir mér hafið einhvern tíma skoðað íhuga að bara slíta ykkur frá Elkjöp og vera bara einhver stök eða vera bara sjálfstæð raftækjaverslun á Íslandi? Þetta er náttúrulega auðvitað verið rætt þessu hugmynd en svo þegar ég bara horfi aftur til ásins 98 við erum raftækjaverslun sem er ennþá lifandi og okkur gengur ótrúlega vel. Við erum leiðtogi markaði. Hvaða styrkleika erum við búin að hafa síðan 98
á móti hinni samkeppni, af hverju erum við á þessum stað og það gríðarlegur styrkleiki og aðgreinilegur styrkleiki í samningnum okkar við Elkjöp og ég lít svo á að þetta verði þetta framtíðars við erum að fá gríðarlega mikla þekkingu sem væri dýrt fyrir okkur að gera ein á litla Íslandi bara við nefnum sem dæmi, bara litlu hlutinir eins og bara útlit verslana og hvernig vörumerki lítur út og hvernig við tölum við markaðinn og bara look and feel og allt þetta. Og mæta þeir bara eins og til dæmis, þeir að fara að opna í Smáralandinu, þeir glæsilegu rétti á garðinum, eða bara við hliðin á garðinum, eða bara í garðinum. Mæta einhver aðalega þá frá þeim og þurfa að votta að þetta gefa það stimpilinn eða... Við förum í teikningaferli með arkitektum frá þeim og það sem að þeir teikna búðina með innirtíkum að öllu útliti og svo leis og svo erum við bara í samráði við þá bara hvernig við erum úrúlega á að vera. Við erum náttúrulega með þekkingu á markaðinum og hvernig þessi búð þarf að operata og allt þetta. Þannig að og svo þegar teikningin klár að þá basically pöntum við innirtíkar og þeir hanna lýsingu líka og allt svo leis þannig að þeir koma mjög mikið að þessu ferli að opna nýra búðar en þeir eru ekki komin með starfsfólk að taka þetta út sko. Nei. Það bara mikið traust í okkar samstarfi og þeir koma reglulega og kíkja á okkur og svona en þeir eru ekki komið checkbook og huldu heimsóknir? Nei, ekki huldu heimsóknir. Ég fer að gera það. En við líka þegar ég held að séu gríðarlega stolt af okkur og þetta fjöður í þeirra hatt þessi eining á Íslandi. Við fengum í fyrra til dæmis velun hjá þeim sem sérleyfis hafi ársins og það var alveg ástæði fyrir því. Okkur að ganga gríðarlega vel og við erum að gera margt betur en þau erlendis og þau þetta margt betur en við. En við erum að standa okkur gríðarlega vel innan þeirra samstöð og þau eru bara stolt af okkur. Já, klart. Já, við skulum fara okkur í stefnubildinguna 2020-2026 ánægðustu viðskiptavinnir. Árið 2019 var vinningsformúla síðustu 20 ára komin á endastöð. Hvað var í ólagi? Var þetta burning platform? Þetta, sko, mér leiðist aldrei að tala þetta, en svona frá 2016 til 2019 að það sáum við bara strax í tölunum, það var bara, við vorum bara í stöðnum, þú veist, við sáum bara í sölu þróunni, það var bara búið hægast á vexti, svo kemur Costco inn á markaðin 2017 með einhverju sprengju, þú veist, það var bara alþjóðlega samkeppni sem við bara ekki séð áður, bara hvernig við að keppa móti þessu gæjum, bara það grínast. En hann að við bara 2019 þá sáum við bara að við vorum svona lítíma kurvinni bara alls og varum fór að deyja. Og þá, já, þetta leit bara þannig út, það bara, hvað við að gera? Þú veist, þannig að það sem við erum búin að gera núna og búið ganga ótrúlega vel og búið að skila okkar á þann stall sem við erum, þú veist, þarna árið 2019. Það var bara ekki að ganga upp alveg lengur. Þannig að við fórum inn í stefnumótunina til þess að svona, við urðum að finna eitthvað aðgreinilegt fyrir okkur til að keppa á. Og við höfðum svolítið gott aðhald frá Elkjöp því að þau voru búin að vera að undirbúa sig fyrir Amazon og þú veist, þau voru með okkur strategi þar hvernig þau voru að gera og við gáttum svona svolítið fylgst með því hvað þau voru að gera og setta okkur svona eigin strategi hvað við gáttum gert og við hugsaum bara, herðu, við verðum bara að keppa á núna hætta að vera vörumið, vera viðskiptanamið og hætta að fókusa bara eingöngu og látt verða mikið úrval og vinna á einhverju aðgreinilegu og það var bara lágilega beint við að við getum unnið á þjónustu og þjónustu þáttum og þannig að framtíðarsýnin sem við settum úr þessu, við fórum í bottom-up nálgun á þannig að starfsfólki tók þátt í þessu og áttu allir eignarhald í þessu. Þannig að við settum framtíðarsýnina á að eignast ánægðustu viðskiptana og það var svona ultimate goalið og svo náttúrulega vorum við með ákveð tilgang og lofar þarna bak við þetta, hvernig við ætlum að gera þetta og en við hófum innleggingu á þessu 2020 þessari stefnu og það náttúrulega kom COVID. Þannig að við vorum komið með alveg massíft prógram sem heitir kalla 40X, svona innlegginga á stefnu og það sem að voru markmið sett hjá starfsfólki og bara til dæmis bara, herðu, þú ert að skrifa 1 stig og þú býður bara góðan daginn og þú veist, það er kannski þitt markmið í dag, ég ætla að bjóða öllum góðan daginn í dag og þetta er bara svona svo trikkla þetta upp svo kannski stjórnendurnir, herðu, ég ætla að hafa allar vöru upplýsingar í 100% í lagi og öllum vörum, þú veist, í þessum mánuði og svo í næsta og svona, það var allir með sín eigin markmið til að stuðla því að myndu ná ánægðustu viðskiptavinir en náttúrulega svo kom bara COVID og það bara lokaði allt, það var allt í rugli og þannig að þetta setti allt svona pínu á hold en þrátt fyrir það var hugarfarsbreyting í fyrirtækinu. Það var bara allir on it og þetta er bara það sem við ætlum að gera. Þannig að eftir fyrsta árið sáum við bara því líka bætingu í happy og not mælingum sem vorum á framkvæma. Fórum á 85 í 92 eða eitthvað á einu ári. Hjá starfsmönnum?
Happy og not hjá viðskipta. Já, viðskipta, já. Já, sko, það er hana, ríflega 400 starfsmenn, sko, að fá þá alla til þess að segja, herri, þetta er fínt sem við vorum að gera, nú ætlum við að fá okkur alla til þess að gera eitthvað allt annað. Var þetta hægur leikur? Já, eiginlega. Það var það sem kom mér svolítið óvart. Við vorum með fullt af fólki sem voru búin að vinna þarna ótrúlega lengi, meðal annars ég var bara gamli hundurinn og ég þurfti að breyta hugafar og það var bara alveg pínu erfitt fyrir mig. Þú veist, ég var ennþá bara, við erum bara mókuð draftækjum og bara mókinn framleiðin og bara allir ánæðir. En þetta var bara hugafarsbreyting og mér fannst bara ótrúlegt hvað þetta tók stuttan tíma, en það voru líka allir sem tóku þátt í stefnumótuninni. Það áttu allir eignarhald í þessu og þá voru allir að taka þátt í því að innleiða þetta og setja sér markmið og og reyna að ná þessu og það held ég að það sem að hafa verið sem hafa stuðlað hugafarsbreytingunni að tóku öll þátt í þessu. Þessi 5 áherslusvið, verslanir, þjónusta, stafræn þróun, sjálfbærni og vinnustæðurinn, hvert var erfiðast? Það var mannauðsvinkillinn. Það var held ég erfiðast í þessu öllu. Og hitt er eitthvað sem er meira þekkt stærð og eitthvað sem maður hefur bara beina stjórn á en mannauðurinn það var held ég að hafa verið erfiðast. En þarna eftir fyrsta árið þá líka sáum við, Happy og not viðskiptaðinir geggja ánægir, svo kom bara ánægi í vóginn. Þar vorum bara ekki kjörn eitt sérstætt. Og vorum bara náðum engum árangri. Þannig að þess vegna settum við þessi 5 áherslusvið og að því var mannauðurinn erfiðast. Þannig að við settum alveg, megaverkefni þar í gang, það er að gefa starfsfólkinu rödd og í gegnum verkefni sem kvöldum besta vinnustæðin. Og það var eiginlega bara game changer hjá okkur og við erum að sjá núna bara að við erum með gríðarlega háa ánægju, starfsfólk svona miðað við retail, við erum að háa starfsanda sem er eiginlega ótrúlega hár og þannig að við erum bara með ótrúlega gott fólk hjá okkur núna og erum að mæla þetta alveg mánaðarlega hægri vinstri og bregðast við þegar að koma frávik. Sko þeir náttúrulega vinna eins og talar þeir náttúrulega vinnið svo gullmerki ánægjuvogarinnar 2026 eftir 6 ára innleiðingu. Það var líklega sungið að tralla fram á nótt þegar þetta kom. Já, það var alveg, sko við unnum árin áður þá fengum við svona bláttmerki, vorum við efst en ekki margtækumunnur. Það var líka trallað. Þetta var svona tvöfaldtrall. Hvað gerir maður þegar að svona markmið er í höfn? Er ekki þetta á að liðið slagja á? Jú, klárlega. Það var að fyrsta sem ég hugsaði, ég man bara við vorum að taka móti þessum velunum og svo var náttúrulega að fara beint á barinn og eftir og sest niður og þá fór maður svona að hugsa, herðu, við erum að hætti það. Er þetta bara búið? Við erum með þessi áherslu stefnu áherslur sem við erum bara að mínum mati, við vorum búin að ná og þurftum bara við alltaf og vorum búin að ná þessari framtíðasýn ánægðustu viðskiptanir og nú er það bara við alltaf. En því ég segi alltaf, það er framþróun eða dauði. Þannig að við erum bara að halda áfram. Þannig að við settum nýja stefnu áherslu sem var með bara áherslu á langtíma sambandi viðskiptanir. Þar vorum við líka bara vissi, við erum bara ekki góð þarna. Þetta er lykillinn til framtíðar. Við eigum ekkert í þannig séð neinu langtíma sambandi viðskiptan. Og það var svo mikið sem við getum sett þar undir, sem við getum bætt hjá okkur til þess að sigra til framtíðar. En ég vissi það líka alveg, þetta myndi kosta ógeðslega mikið pening, þetta myndi taka langan tíma og þannig að við settum okkur þetta til 5 ára. Og við erum bara nýhafin á þessu verkefni hjá okkur. Eitt og það sem er langað að koma aðeins inn á ný stefnu áhersla, langtíma sambandi viðskiptaverðin. Sko ég velti fyrir mér hvað þýðir í alvörunni því að þetta er líka oft þegar ég sé svona þetta er geggjaðin í glærukynningar. Já, ég sé það. Þetta er eitthvað svona AI eitthvað. Já, akkurat. En er þetta ekki kannski bara fancy orðið verið að ná að búa til einhvers konar vildakerfi eða tryggðakerfi eða eitthvað slíkt? Já, vildarkerfi, tryggðakerfi, klúbbur, eitthvað svoleiðis, þetta er bara klárlega undir því. Eitt liður undir því, en þetta er alls ekki bara það. Við erum líka bara í dag, erum við ekkert að tala við viðskiptaninn á persónulegu leveli, við erum meira bara í spray and pray. Þegar við erum að tala við viðskiptaninn, við sendum ykkur markpost vikulega, en það er ekkert kannski sem þið hafið áhuga á. Þannig að persónumiðuð samskipti og sjálfvirk samskipti, út af því að við ætlum ekki að vera með fólki í fullir vinna að gera þetta. Það er svona eitt liður í þessu. Það líka liður í því að ná þjónustunum, einhvað þjónustunum okkur í mánaðarlegar áskriftir, mánaðarlegar greiðslur og finnum mögulega einhverja nýjar þjónustur þar. Við erum með ég minnir að þessi 50.000
tryggingar, virka tryggingar sem við erum búin að selja út á markaðin, sem eru í gangi í dag. Það allt tryggingar sem við erum búin að selja með eingreiðslu. Já. Af hverju erum við ekki með þessar tryggingar í mánaðargreiðslum? Einmitt. Það miklu hagkvæmara fyrir eiginlega báða aðila, sko. Það eru dýrar farsímatryggingar, til dæmis 50-60.000 kannski á dýran síma. Það getur fólk bara verið með í mánaðargreiðslum. Það er að koma samskipti við viðskiptaðinin og getum verið að tala við hann á lítimanum. Við erum líka með ábyrgðarsamband í gegnum tækin, þau náttúrulega bila, það bara þetta ráttæki. Og við erum samt ekkert að tala við viðskiptaðina yfir hennan ábyrgðatíma. Það er allskins tækifæri í þessu. Mér finnst að vildar treðkerfi, það er bara einn liður í þessu, og vissulega stór, en bara einn þáttur inn í þetta, sko. Já, talað treðkerfi, sko, þegar ég var að koma með fyrstu fasteign fyrir 5-6 árum, þá ætlaði ég að vera sniður og spara auðvana, og svo var ég að henda krónunum, sko, að ég ætlaði að fara í þessa verslun að kaupa þetta, þessa verslun að kaupa þetta og svo núna er þetta alltaf bila og ég man ekkert hvar ég keypti þetta og eitthvað, þannig að núna er alltaf að læra bara að kaupa allt hjá Elko, þannig að þá veit ég að þeir laga þetta bara fyrir mig, en það er eitt sem ég langaði að spyrja það, sko, ég var að vinna hjá Heimkaupum minni sinni og við ætlaðum nú að fara í samkeppni við ykkur, eða þau, sko, ég held að ástæðan fyrir að við höfum þau hafi hægt á endanum er að því að það er svo ógeðslega mikið vesen í kringum ráftæki samanborið að því þau bila og annað og við vorum sko 3-4 árum eftir við hættum að selja þessari ráftæki vorum ennþá að fá þvottavélin mín að bila og eitthvað, þú veist, þetta er alveg mikið vesen. Trúðu mér, þetta er bara þetta er vesen, en þetta er eitthvað sem við erum að díla við og vorum að gera það ótrúlega vel. Þannig að við áttuðum okkur fljótt að því þegar við vorum að stækka hérna rétt fyrir 2020 að þetta var einmitt bara aukast. Þú veist, bara þessi krafa á eftirkaupaþjónustan sé í lagi. Þannig að við í fyrsta lagi þurftum að opna þjónustuver sem í dag samanstendur á svona jafnaði eru 10-12 manns í þjónustuverinu hjá okkur og sinna netspjalli síma og allir þessu. Fáum 110.000 erindin á ári sem er mikið að mínum bati. Ég hef svo mikið samanberun en hérna og svo þurftum við líka bara að tryggja það að við séum með vegstæði og viðgerðir á allt sem við erum að selja. Þetta er rosalegur hausverkur út af því að vegstæðismálin ekkert í góðum málum á Íslandi í dag. Nei. Það er lítil arsemi út úr því að vera að gera ráttæki því miður. Þú veist, vinnulaunin eru dýr. Það er erfitt að fá varalhluti til landsins og þeir eru dýrir og þannig að þetta er bara virkilega erfitt. Á móti því sem að horfa í Noregi, þar eru bara framleiðendur sjálfur með sín vegstæði þar og er að sinna þessu bara þar. Þannig að viðskiptanum fer í vild bara beint til framleiðandans til að láta gera við tækið. Og þannig að við erum þess að sér á báti hér og þetta er alveg töff. En það sem að ég hef verið að agitera fyrir svolítið lengi er að það þurfum að bara til þess að efla sjálfbærni í ráftækjum. Það er að kippa virðisaukanum af viðgerðarkostnaði ráftækjana. Þú veist, við þurfum að efla það að fólk sé ekki alltaf að kaupa sér nýtt tæki þegar bil út af svo dýrt að gera við. Og þetta er kannski hljóma skringilega fyrir mig sem að bara hefur atvinnaði að selja ráftæki en við þurfum að búa til þannig ástand þú geti gett ráftæki, þú geti gert við það annars að kosti sko annan handlegg og það geti lifað tæki geti lifað lengi. Er eitthvað þreyttari lífin en að ráftæki bíla heima þannig svo þvottavélar þurrkari? Það er svona að reynum að auðvelda þess að eins mikið og getum til dæmis þvottavélar bílar hefur, hún er í ábyrgð þá sendum við einhvern heim til að sækja þvottavélar þú fór lánsvildistæðin, en þetta er alltaf vesen sko. Ég var bara pyrraður að tala um þetta sko. Ég lendi í því einu svona á þállásmessu þar að vera að preppa aðfangandagsmatinn helluborðið bílar. Nice. En hann var hægur heimaleikar á mér hann tók þess að kaffi vel á hann og pakkaði þess saman það var enginn á hann sem kom kaffi vel í stúdíun í gang til 6 ár þetta eru Leifur alltaf eitthvað að vera að gera eitthvað bara heyrðu þessi guður á Elko ég snerti þetta en þetta er, þú veist, þess að viðkerfur og þetta, þú veist, eins og segir þetta er líka ákveðni aðgangshindurinn kannski mögulega líka á markaðin. Þú veist, þetta er alveg færni og þekking og samband og samstarf sem þarft að hafa til þess að þetta virki vel. Öll þessi eftirkaupa þjónustu, við erum með mismunandi ferla á alla vörur hjá okkur. Og þetta er bara sjálfbærnimál. Þú veist, hvað ætlum að búa til mikið að ráttækjúrgang? Það væri samt örgulega þægilegast fyrir ykkur að vera bara, eða kannski ekki, þá kannski myndi við, að því við erum að tala um loyalty eða tryggðarkerfi, að vera bara þannig að við seljum þetta og svo bara sayonara. Skilurðu mig? Og þá bara heyri viðskiptanum í ykkur og þá bara sorry. Já,
Það var kannski ekki sérstaklega vinsælt Nei, ég hugsa við myndum ekki lifa lengi sko. en svo annar vinkill í þessu sem vissulega, þú veist, vaxta tækifæri og ég veit bara ekki hvort að Ísland sé tilbúið í það en við ætlum allavega að kanna það í framtíðinni að það einfaldlega, þú þurfi ekki að ágjöra þessu og þú borgar bara mánagjald, leigu, rekstrarleigu, eitthvað slíkt á tækið og þú bara ert að fara í nýja eign sem þú ert að kaupa og þú bara getur tekið sjónvarpið þvottalina, þurrkaran og alltaf nýjast og flottasta sem þú vilt, bara á það mánagjald X og við sjáum bara reksturinn og þetta pilar þá bara engar ágjur, við bara græðum þetta. Það væri rosa. Áhugavert, já. Tíðkast þetta erlendis? Þetta eitthvað byrjað í Evrópu, ég held þetta sé ekki farið neitt svakalega mikið á flug. Þetta náttúrulega, þetta myndi vera þú veist, til lengri tíma. Þetta umstang. Pínu þess að taka lán, þetta aðeins dýrara sko, en á móti kemur miklu þægilega. Já, við erum með þvottavél í rekstrarleigu, það hljómar bara vel. Já, þú ert bara með heimilistæki að pakka A plus hjá Elko og þá ertu bara með þessi tæki. Já, mér finnst þetta allan gríðarlega spennandi og þetta bara þið vitið, þú veist, þið að borga bara mánagjald af öllu í dag. Þú ert með Strava, þú ert með sumir jafnvel að borga Facebook og YouTube og streymisveiturnar og allt þetta. Svo bara kemur aðeins til viðbótar, það þvottalinn og þurrkarinn og kæliskapurinn. Ég myndi segja sko, af því að ég ætla nú að reyna að hjálpa Óttari hérna, þú veist, eins og til dæmis ég að fara að flytja aftur bráðum. Ég var til í að væri eins og tala um ykkur heimilispakki þannig að, herru, ef þú kaupir fyrir svona mikið að þá færðu bara 20-30% afslátt eða eitthvað. Til að bara hvetja fólk til að versla bara allt hjá ykkur. Já. Ertu að meina pakka verða? Já, eitthvað. Bara, ég veist, kannski eru með það, ég veit það ekki. Já, það vissulega, stærri kaupendur að fá, Já, ég get kannski sent á þig. Já. Jésús, ég fæ alltaf svona sælmeistar. Svona eitthvað gæi sem í grunnskóla fyrir 30 árum bara, byrju, hver þetta? Ég ætla alltaf að heyra í þér. Ég segi bara svona, nei, þetta fer bara í ákveðu ferli. Já. Þú komst aðeins inn á vefverslunina sem þú komst að laggirnar á 2007 því herrans ári. Sú hefur vaxið, dafnað og eiginlega bara orðið ætlaði mér að segja ófresku 8 milljónir heimsókna 2007, sama ár og iPhone sama ár og hrunið ef við förum aðeins svona í sauman á þessu að því að þetta náttúrulega allt annað en við sjáum í dag á þessum tíma þú veist hvernig áttuðu ykkur á því svona snemma netið er svona stórt og hversu mikið að þú talar um þetta hefði farið hægtast til að byrja með hvað þýðir það hægtast að með ef við til bara velti í búð versus á netinu? Hægtast að, vefverslun er fyrsta, ef við segjum fyrsta fulla rekstrarárið, ég pínu að henda ykkur út sem ég get ekki staðið við en það ég myndi að halda hún hafi verið svona kannski 3-5% af veltu, ef það og það var bara þeir eru seldum fyrsta 42 tómu hvort það var ekki plasmasjónvarp í gegnum vefverslunum sem kostaði alveg 180.000 það var bara hringt bjöllum og líkum við bara skálaði kampaðinni wow, er fólk í alveg að kaupa þetta á netinu og það bara gekk upp og en svo náttúrulega bara var þetta að vaksa og við vissum það alveg að í vefverslun þá eru raftæki einn af topp 2 vinsælustu vöruflokkunum að kaupa á netinu það eru raftæki þannig við vorum svo sem ekkert að kannski pínu að taka mikla átt við vissum að það yrði stórt en bara kannski ekki, við sem ekki hver stórt út af því að svo vorum við alltaf að sá eiginlega double digit stækkun á henni ár eftir ár og það eiginlega bara, ekkert að hætta það bara, við erum að sjá þetta ennþá í dag hún bara að stækka og hún við lögðum gríðarlega miklu fjárfestingu vinna vorum kannski pínu hikandi fyrst vorum að fara kannski pínu óturilegina í þróun og síðun og svona og það var kannski líka minni velta á bakvið en svo 2000 hvenær kemur festi inn 2014, ég man það ekki alveg og Jón Björns kemur inn kongurinn mitt, retail-kongur Íslands það kemur bara svona, herru, hvað er ekkur? bara ekki verið hrættir á að fjárfæst í þessu setja almennilega peningi í þetta, hvað er ekkur? það sagði þetta eiginlega peninginni svona hætti þessu ruglum og við bara eiginlega hjóluðum þá í það og fórum svona pínu inn, herðu, ok megum eða peningi í þetta og fórum svolítið all inn í það og svona opnaðum þá nýjan VF en svo fórum við aftur í þessa vegferði í rauninni núna rétt fyrir hrunið og og erum búin að setja í rauninni meiri peninga á elko.is nokkuð tíman aðra verslun, einhver einstaka verslun það búið að vera mikil fjárfesting en hún líka búin að skila sér Já,
eins og talar þú veist, hérna erum við tölfræðamóla handtökur hlustendur 90.000 heimsóknir á svörtum föstudegi sko, halda kerfin ykkar bara ráða við þessa trafíka? Við tökum alltaf load test eða gerum í dag, við lærðum náttúrulega mistökunum og við höfum alveg lent í því að þetta hefur pínu hrunið, en síðustu ár höfum við bara gert load test í október, þar sem við bara reynum að replikera bara þannig að þetta álag og við erum hjá Amazon Web Services, þannig að sko ég tala ekki IT, en mér skilst að það sé bara bætt á, við borgum bara meira og við fáum bara fleiri og fleiri netþjóna eftir því sem við þurfum. Okay. Þannig að við eigum að þola álagið, en ég veit til dæmis að Elkjöp, þessi stóra eining með 400 verslanir, þau lentið í 2 Black Friday í röð, semst milli ára, að það hrundi kerfin. Það eru kannski niður í fyrsta skipti var í 20 mínútur. Það dýrt spöð. Það dýrt. Það bara hrikalega dýrt. Og það ertu bara komin yfir til Power eða Samkeppnisafl að kaupa vöruna, sko. Þannig að þetta svona mesta martröð þjá okkur að kerfin dettir niður á crucial punktum út af því að Black Friday bara hver mínúta gull, bara algjört gull. Má ekki að missa út, sko. Ég trúi því. Það hefur gengið síðust ár. 7-13. Já, ég ætla að setja álag á kerfið. Sko, við erum að tala um vefverslunum. Hver munurinn á að selja síma í glæsilega verslunum einhverju Lindum og selja sama síma á netinu? Hver munurinn? Já, ef ég menna, þú veist, hvort hentar ykkur betur? Hvort vilji leiðbera, þetta kannski gera helst bæði, en svona, hvað verður fókusun ykkar núna? Sko, við viljum náttúrulega stýra öllum viðskiptum náttúrulega bara inn á alko.is og þú átt að fá þar alla það þjónustu sem þarft og við erum komin stafræna ráðgjafan sem svona fyrsta skipti næst tí sem kennst í persónulega ráðgjöf á netinu og þannig að við viljum stýra því öllu það er yfirleitt betri þjónustu, en sumi vilja náttúrulega bara koma í verslanir og það það bara option að fá þessi alvöru persónulega þjónustu í búðunum. En fyrir okkur þá bara vefurinn kjössu vel, bara kíkið fyrst hingað inn, prófið þetta. En ég held að það sé nú flest allir landsmenn búin að prófa það. Já, og þá kannski að því að þetta áhugavert sko, hvort maður velti fyrir sér ef við spólum 5, 10, 15 á fram í tíma, hvort að til dæmis Elko í Lindum verði bara einhver dark store og þetta verði bara risastórt vöruhús, sko, hvort að vefverslunin geti orðið stærri en allar verslanirnar samtals? Sko, já, allar verslanir samtals. Ég held að það gæti alveg gerst eftir 15 ár, sko. Í dag þetta, ég held ég megi nú að tala það, þetta sé arðbærasta verslunin hjá okkur. Vefverslunin? Já, hún arðbærasta verslunin, skila mestu í kassan, en hún ekki ennþá veltu hæst. En þar náttúrulega Lindir sem bara trónir og öllu og veltu hæsta verslunin af öllu Elkjöp veldinu sem með 400 verslanir og hún gríðlega stort af því, hún að vera í 2 ár. En vefverslunin greiðlega stór og hún eins og ég segja að stækka ár með ári og við þurfum að mæta því einhvern veginn. Við viljum stýra fólki inn, en við þurfum að vera með innviðina til að geta gert það. Við erum núna í dag að byggja alla neytendatínslu og vöruhús sem byggt fyrir bulk pantanir. Og það hentar ekkert í neytendatínslu á webpöntunum. Þannig að við erum að skoða núna hvað við getum gert til að leysa það til næstu 10-20 ára. Það bara stort verkefni. Já, og maður skilur alveg að þegar ringi einhverju bjöllumann þegar seldu þetta plasmasjóð upp á 180 skalla því að eins og ef þú ætlar að kaupa bara rámtítt sjónvarp í dag þó að séu bestu verðin og hjá Elko að þú veist, ég skil alveg pælinguna að fagnaði að þetta kannski fyrir suma allavega bara risastóra fjárfestingar út af fjárfestingur sem það ekki eins og séð, sko. Einmitt. En risastór fjárfesting vissulega, en við erum náttúrulega með gríðarlega öflugar fjármagnulegir fyrir fólk. Já, það rétt. Akkur hefur sjónvarp ekkert hækkað í verði í 20 ár? Frábær spurning. Já, þetta geggjað spurning. Ég einmitt, sko... Og tölvur líka, eða hvað sér bellur á? Nei, getur farið aðeins inn í það, sko. Voru ekki fartölvur bara á 700 skall fyrir 20 ári síðan eða eitthvað? Jú, þetta nefnilega svo skrítið. Tækni þróunin, hún alltaf, hún svo hröð. Það alltaf að vera betri að framleiða þetta, ódýrara. Þannig að, þú veist, tækin eru bara sumum tilfellum bara lækki í verði. Þú veist, eins og sjónvarpin sérstaklega. Alltaf ódýrara að framleiða þetta. En þú veist, við erum samt meðalveg sjónvarp yfir 1 milljón, sko, líka. En það svolítið magnað að með verðbólgu og verðþróun á ráftækjamarkaði, nú fylgjumst við gríðarlega vel með því að í COVID þá varð virkilega verðbólga í ráftækjum. Þá var, ég veit ekki hvort munið eftir, þá lokuðu fullt af verksmiðum sem var að framleiða mikilvæg íhluti.
Já, í ok. Evrópu Mm. og það varð eftirspurnin náttúrulega alveg geggjuð. Það voru allir að kaupa ráftæki í COVID. Já, Eftirspurnin var gríðaleg og þar að lendi bara þeir réð ekki við að framleiða upp í það. Þannig að verð hækkaði bara á ráftækjum gríðalega mikið. Þannig að var mikið verðbólgur í ráftækjum þá 2020, 2021. Svo bara verðþjöðnun eiginlega bara síðan þá. já, Til dæmis í fyrra var verðþjöðnun upp á 3% í ráftækjum. það er rosalegt. Já, sem því það við vorum með einhverja söluaukningu en bara við getum bætt við verðþjöðnunu og það er bara magnaukningin okkar. Einmitt. Já. Þannig að þetta er svolítið magnað en bara ef ég fer aðeins inn í líka þessa þróun í þessum vöruflokkum og þetta er svona mismunandi eftir vöruflokkum, þú veist, hvað er í þessu, er þetta vinsluminni eða hálfleiðarar eða þú veist, eins og við tölum í COVID þá voru sko einhverjir örgjör úr þvottavelum sko teknir til þess að var þetta framleiða einhverja bíla sko Já, já, og veist, það var einhver svona urban myth og sem ég trúnur endar alveg en núna erum við að sjá það að bara með gaming nú gaming alltaf færast basically yfir í bara skíð já, og þú þarft ekki að vera heima með skjákort sem kostar 300 skall og 12 sem kostar 500 og eða PlayStation hvað þá eða eitthvað svo leist, þú getur bara eiginlega gert þetta í sjónvarpinu heima þér bara með skíinu getur spilað og látið grafíkvinnsluna vera bara í einhverju gagnaveri erlendis. Svo náttúrulega eiga í vegferðin líka, já. veist. Þeir eru örugglega búin að fara og nota chat í dag og klot eða Já, eitthvað. já, ég er klótkall í dag. Já, og þú veist, þetta er bara gríðarlega orka sem þarf í þetta. Það þýðir að eftirspurnin eftir bara örgjörum og öllu til að sinna þessu er bara gríðarleg. Og það bitnar náttúrulega öllum tækjunum sem við erum að selja. Einmitt. Þannig að nú eru Nintendo og Sony bæði búin að tilkynna verðhækkanir á þú veist, sínum leikjatölvum og það eru tölvuframleiðendur búin að tilkynna verðhækkanir á tölvum bara þessum basic PC-tölvum og þannig að það mun gerast á þessu ári gríðarlega verðhækkanir á vörum sem er að nota svona vinsluminni eða einhvers konar hálfleiðara örgjör og eitthvað slíkt og við erum byrjað að sjá það strax núna, við erum að sjá miklar hækkanir til dæmis sérstaklega í svona SSD-diskum sem eru rafminni, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. Nei, ekki veit ég það. Já. Og þetta er það sem við erum sjá örugglega svona 20-80% verðbólgu bara í þessum tækjum á þessu ári. Ok. Já, þetta er alveg, við erum að fara inn í tíma sem verða bara mjög svona skeri, bara hvernig myndi að líti út. Við höfum enga stjórn á þessu. Nei. Veist, en við erum náttúrulega bara að reyna að fá sem hagstæðast að verða fyrir neytendan. Þetta er staðrend. Ok, þetta veist ég ekki. Og þetta kallast Ramageddon á yðnaðinum. Ramageddon. Já, sko, í sambandi við gerfugrindina, þú komst nú líka aðeins inn á áðan með, sko, í vefversluninni, sko, þið nú gerfugrind ársins hjá Svef fyrir stafræna ráðgjafan. Ég kannski kemur aðeins bara inputið þetta. Við höfum eftir að vinna söluvef ársins. Okay. Þannig ég ætla bara að skjóta því aðeins út þetta er velt að hesta vefverslun landsins fyrir utan kannski Æslandir en ég ætla bara að henda þess að út Já Ef Svef er að hlusta Til hamingju Hvað en það er nú allir með stafræna ráðgjafa hver er munurinn á ykkar ráðgjafa og öðrum? Sko, þegar við opnum, þetta er að gera svo hratt sko. Þegar við settum þennan ráðgjafi í loftið þá var ég búin að skanna Evrópu hver er með besta eiga ráðgjafann í Evrópu. Já. Ég fann engan sem jafnaðist á það sem við gerðum með snjallkögnum, Stefán Baxter og Kó. Það var engin snjallráðgjafi sem nýtti spunagreind til þess að gera það sem við vorum að gera. Þannig að á þenn tímapunkti þegar við launchuðum honum, þá var þetta að besta pottit á Íslandi. Ég veit ekki með Evrópu, ég allan var ekki búin að finna neitt. En svo er bara þróun búin að vera svo gríðarlega hröð að það núna að spretta upp allskyns ráðgjafar, en með spunagreind sem eru bara mjög öflugir en ástæðan fyrir því að okkar er góður og fleiri sem eru með að svipuðu gerð er að við erum að nota bara spunagreindina og mata hana á okkar vöruupplýsingum úr vöruupplýsingakerfin okkar og öllum gögnum úr af F-síðunni og við erum að hleypa honum inn í bæklinga gagnagrunna fyrir ráftæki, þannig að þú veist við erum svona byggja girðingar, hérna máttu leita og máttu nota þessa gagnabakna til þess að svara okkar viðskiptanum og veita þeim framúrskarandi ráðgjöf og þetta er bara sturlað hvað þetta virka vel. Það er það sem að hann hefur kannski fram fyrir þessum vélræna spjallmenni sem er bara búið með fyrirfram ákveðin svör. Leif mér að tala við manneski. Já, þetta er beint í þetta. Leif mér að tala við manneski. En við erum ekki að lendi því með snjallráðgjafann.
en það kannski líka gefum við fólki val á þú mátt tala við persónu eða spunagreindina. Já. Þú veist, strax í upphæði. Já. Það erum ekki búin að kött út manneskjuna. Nei. Og þú þarft ekki að fara gegnum húlahúps til að tala um manneskjuna. Nei. Og þetta náttúrulega framtíðin en það svona pínur hættuð hvað endar þetta sko. Og nú erum við að sjá til dæmis hjá aðalum á markaðinum að það var einn aðali sem kom með mjög skemmtilega laust bara í vikunni sko, sem bara áhugavert að fylgjast með. Okay. Fleiri punktar, Elko gaf út MCP í ár. Nei, já, við erum ekki alveg búin að gefa hann út. Við erum sorry. Ekkert mál. En þetta gríðarlega spennandi. Já. Krónan var að gefa út svona pínu að opna á kerfin hjá sér fyrir kerfigreind og nördana. Einmitt. Já. Já, þú getur unni með, ég tala ekki IT, en þú getur nota kerfigreindana til þess að vinna með gögnin hjá króninni. Opnar á apan, þannig að maður getur bara skrifa á mótsu. Já, ég talaði um minga og hann sagði, við ætlum ekki að opna apa, við ætlum að opna MCP. Já. Ég sagði, vá, það lítur að vera eitthvað geggjast. Hljóma vel. Já, en allavega, þá erum að fara núna næstu vikum að opna inn í, basically, svona hálfpartinn inn í kerfin okkar. Þannig að fólk getur fara að búa sér, notað agentin sinn til þess að búa til eitthvað svona Elko agent. Og ég sé fyrir mér að eftir 10 ár, mögulega verðum við bara með þess að tengingjur opnar inn í allskins mótel hjá fólki og fólk klára bara kaupin í gegnum sinn agent, sko, bara heima fyrir. Hætti líka. Já, og nýti vöru upplýsingarnar og allt. Þetta pínu skeri bara, erum við með einhverju vefverslun eftir 10 ára? Já. Erum við ekki bara með opið í kerfin okkar? Já. Þú veist, hvað endar þetta? Já. Það geta alveg verið að vefverslunni minni bara verða minna mikilvæg sem svona framendi og fólk verður bara í einhverju agent dæmi hjá sér, sko. Já, og þá kannski komum við á því, þú veist, AI sem er mjög áhugavert topic. Hvernig mun að breyta starfi sölumassis næstu, ef við tökum 5 árin, þurfum við færri eða fleiri sölumenn? Jesús, þetta er svo aðra spurning, sko. Ég veit það, sorry. Já, sko, ég held að fólk, viðskiptarnir muni alltaf vilja heldur persónulega þjónustu. En það mun mögulega eitthvað breytast því betri sem tækni verður og mögulega verður kannski minni eftirspurn eftir persónulega þjónustu en þá mun náttúrulega innan sig okkur kannski störfin aðeins breytast bara. Já. Það með nýri tækni, þá kemur allt betri gæði, þá verður bara meiri krafa að gera hlutinni betri á hinnustanum. Og ég nefna alltaf dæmi þegar ég fór í heimsótt til Samherja á Dalvík og þeir eru búin að gera svona sjálfvirt eitthvað fristi fiskihús eitthvað og það var bara allt starfsfólki sem var að vinna þetta flagga fiskinn og svo leys. Það var komið upp á skrifstofu í tölvurnar að stýra. Það var bara sama fólki að vinna á þessu störf. Ég sé það svona, hann sé svolítið fyrir mér. Ég held að þetta muni breyta því að Vestlandar okkar verði bara pínu svona showcase og fyrir svona þá sem vilja kannski persónulega þjónustu, það mun alltaf vera held ég, og líka bara service centers. Fólk þarf, tækinn bíla. Það er bara staðreynd. Já. Og ég bara nefnir sem dæmi þegar við opnum verslun okkar á Akureyri að þá gerðum við mjög metnaðarfullar áætlanir og hún stóðst alveg undir þeim en aðalaukningin var á netinu. Við allt í einu fórum að selja miklu meira af tækjum til Akureyri ekki á netið. Það bara fólk vissi, ég get sótt þjónustuna í búðina. Já, þetta er góða punktur. Sko aðeins 110.000 erundum sem þú nefndir áðan, hvað heldur að AI geti afgreitt mörg af þeim? Við erum nú þegar að sjá að snjallrækjan okkar synti bara 5.000 erundum í mars. Já. Og hann mun bara aukast en það minkaði ekkert á innkantinum. Nei, ok. Alveg mörg símtöl og netspjöll og allt þetta en við erum eftir að sjá hvernig það þróast. Og ég held að auðvitað mun svissast eitthvað af úr þjónustuvörunu að það þýðir það að þjónustuvöru okkar getur þá fara að vinna önnur störf og það getur aukið gæðin hjá okkur. Klárt. Og kannski bara eins og þú komst inn á, ég er mjög hrifin af þessa setningu líka, framþróun eða dauði. Sko, bara við tökum bara Elko eða Elkip eða hvaða fyrirtæki sem er það ekki tóldi bara þannig að bara þín persónulega skoðun að fyrirtæki sem er ekki að fara að innleiða eiga í næstu 2 árum, það getur verið þó dauði? Jú, ég held að þau munu allavega eiga erfitt uppdráttar ef þau ger ekki neitt, en svo er líka hættan á eins og ég er líka bara hræddur við. Hvað ætlar að fara þróa? Hvað ætlar að gera? Við vitum ekkert hvað þetta endar. Við settum í loftið ráðgjafa með spunagreind. Já. Hann er mögulega úreltur eftir viku. Skilji, það var bara komin einhver lausn á neti sem bara, þetta er frílaust hérna bara og þarf ekki einu svona að þróa þetta. Þannig að bara hvað ætlar að velja, hvað ætlar að fara að gera og þú getur valið einhverju leið sem er rosalega dýr og svo getur þú bara, það var bara ekki rétt leið og þú ert búin að kasta peningum.
þannig að ég er líka pínur hræddur við þú ert að velja rétt. Ég held að þú þurfir ekkit endilega alltaf að hlaupa, kannski taka aðeins meir rólega og velja rétt. Ég var að lesa greinu daginn, ég veit þú sá að það með Uber, þeir gáfu IT-deildinni bara, herru, nú bara notiði gervigreindan til í hjálpa ykkur. Bara og engin skilir, bara græði þetta. Svo náttúrulega kosta það peninga. Þeir fóru langt upp budgeti, notuðu spunagreindan svo mikið. Og það er talað að fara að vallega, sko. Hvað gerir? Talandum að fara varlega, mistök, lærdómur og 100 tyrkneskar kaffivélar. Já, ótrúlega gaman að skulu minnast það. Ef við byrjum sko live shopping verkefnið, hvað gerist og segðu okkur aðeins hvað? Já, við 2021 þá vorum við í samkomu takmarkunum og þarna í COVID-tímanum og þá var Elkjö búið að prófa lausnir með myndsýntöl og selja viðskiptunum sem tæki í gegnum myndsýntöl og þetta hljómaði svo geggjað þetta er svo geggjuð þjónusta og þannig að við fórum á stúfana, þetta var rosalega lítið og ódýrt verkefni þannig og fengum okkur kerfið þar sem við gátum fara að gera þetta og hentum á ákveðna sölu ráðgjafa hjá okkur bara svona priki með síma sem við gátum ágreitt viðskiptaðinni með bara í gegnum myndsýntal. Svo kom að raunina að lonsa þessu og við sagðum það bara að fólk nota þetta ekki. Nei. Bara viðskiptaðinni höfðu engan áhuga á þessu. En mér finnst þetta geggjað. Ég satt einhvern út í París í einhverju skemmtiferð og það bara, þurrkarinn er billegur hjá okkur. Ég fór bara í myndsýntal og bara keypti mig þurrkara og hann sýndi mér allan þurrkara og svona virkarinn og allt bara í gegnum myndsýntal og ég keypti hann bara þarna í gegn. Geggjað. En svo var þetta ekki notað. Nei. Þannig að þetta er bara feil og við reyndum eins og við gátum í einhver 2-3 ára að reyna að koma þessi í gang en það gekk ekki upp. Þannig að þetta er bara svona feil og það er nefnilega málið. Man verður að mega mistakast og maður verður eiginlega bara að hlaupa á sum verkefni og þetta mun virka. Þetta gekk ekki. Við erum með fullt af öðrum verkefnum sem hafa ekki gengið og bara, eins og ég segi, framþróun er dauði og stundum veður á villu sem hest. Sko. Ég held að þetta sé sama og bankandi lendi í, sko, þegar við varum að taka á móti fólki í útibúunum og svo áttur að fara eitthvað herbyggi og þá áttur að tala við eitthvað á Teams og svona, ég kannski að mæti banka því mér langar bara að tala við manneski, sko. Já, einmitt. Já, þú keyptir 2000 Star Wars dróna sem áttu að vera jólagjöfin. Það seldust eitthvað færri. Það er bara, ég er búin að preppa þetta, má gera mistök, tóku þetta því. Já. Aðeins búin að undirbúa. En eitt af loforðum hjá okkur í stefnunni er snjallari til framtíðar. Djöðlir ég að læna þetta upp. Og partur af því er að með að gera mistök, eins og þetta verkefni, skilur. Þú veist, bara nýtum gögn, tökum ákvarðanum byggðu gögnum og hjólum í þetta, tökum áhættur. Svona meðvitað tökum áttur, stundir virkar ekki. Þegar ég var í innkaupunum þá var ég mjög, skulum segja við völdum okkur áhættur til þess að hjóli og stundir bara gengur ekki upp. Nei. En iðulega gengur það upp. Og þarna vorum við eitt skipti út á sýningu út í IFA og vorum búin að vera í einhverju húllumhæ kvöldi áður og þetta var svona bara en leið og að mættum á sýningunum klukkan 8 eða eitthvað. Það varst í einhverju bröður í eða varst að kaupa þessa dróna Já. Vá, þetta var að hljóma illa. Og þá sé ég svona kaffivél og svona menn pínu þreytir þetta í gærkvöldið og eitthvað svona og ég sé þessa kaffivél og ég smakkaði kaffið, þetta var besta kaffi sem ég smakkaði á ævi minni. Þetta var tyrknesk kaffivél, þetta er Arsumokka, þetta er bara í alvöru, þetta er besta kaffi ennþá daginn dag sem ég smakkaði. Og ég settist niður með viðkomandi og við pöntuðum kaffivélunar bara og sendaði til Íslands og bara þetta verður bara næsta big thing. Svo komu þessar vélar, settaðar, markasettaðar og allt og við seldum þetta 1 stykki. Jesus Christ. Ég bara horfði bara, Jesús almáttugur, ok. Og þannig að við enduðum með að selja þessa kaffivél bara í massífu mínus og þetta svona skrifaðist hjá mér sem vistök, sko. En svo veðjum við annan hest, það var einhver fyrirtæki sem var að gefa út Star Wars dróna og þetta leit svo vel út, þetta bara átt að vera jólagjöf ársins, þú veist, bara fyrir Evrópu. Og það var, þú veist, svo mikil hæp á sýningun og allt okkur, bara þetta átt að vera stærsta í heimi. Þannig að við pöntuðum 2000 stykki, þetta voru drónar kostuðu 30.000 og og svo koma fyrstu 1000 stykki til lands og við seldum 4. Já. Og ég bara, Jesús, aftur, ok, nei, shit. Og náðum að snúa við 1000 stykkjum. Þú ert örugglega framkvæmdastjóri, Elko. Já, akkurat. En ég meina, þetta er það svo gaman að þessu. Það gerist ekki neitt, nú takir áhættu. En verður vissum að þið meðvituð á þetta. Þú veist, þú tekur ekki áttur í öllu.
en þú velur einhverja barta sem tekur áhættur. Við höfum tekið fullt áhættum eins og í bara súvítækjunum með ísvelina og þú veist í Stanley brúsunum og eitthvað svona. Þú veist, þetta bara áhættur sem við erum bara meðvitar og stundum virkar að stundum ekki. En þá eru líka að vera fljótur að díla við þetta að virkar ekki. En þú komst þessum drónum út eða eitthvað á endanum? Já, við seltum það endanum, það var alveg svona pínukostnaður í því. Stanley sem hún nefnir líka, pantar það í 16.000 eintökum, en hvernig gekk það? Og akkur, hvernig það? Þarftu að taka þessi ákvörðun strax? Getur ekki panta bara 500, lítið með svona langur? Já, sko, þarna var þetta Stanley æði var svolítið sérstætt, sko. Þá var þetta var mögulega eitt af svona fyrstu stóru TikTok dæmum sem hjóluðum í. Bara sáum þetta var að springa út þar og vorum búin að prófa að panta einhverja smásendingar og svo bara var þetta æði í Evrópu og það bara var ekkert að fá. Þú gast ekki fengið byrðir og við vorum að horfa á byrðir sem við getum fengið eftir 10 mánuði. En hérna bara, ok, við erum bara bregðast við, þannig að nú það bara, getum við tekið áttu að panta beint frá Kína, bara gám af þessu, en þá þurfum við að panta ótrúlega mikið magn, við fáum að reyndar aðeins betra verði, en hérna, og þú ert bara að taka sénsinn, og við tókum sénsinn, og þessi séns skilaði sér, þrátt fyrir að við eigum eitthvað eftir, en þetta var bara áhætta sem að bara við, hérna, ég hefði ennþá gert í dag, svo. Já. Eitt sem okkur langar að spyrja, Elko settu þetta Black Friday almennilega á stað á Íslandi árið 2016. 15, já. Já, alls ekki. Held ég. Sjáu það eftir í dag? Hérna, ég myndi kannski ekki sjá eftir því, en þetta orðið, hérna, þetta kannski orðið aðeins stærra heldur en við gerum einhver hugalund. Já. Þegar við vorum að ræsa þetta. Og hérna, og það bara allur markaðurinn að taka þátt og allir smásalar eru að taka þátt í þessu. Þetta eru alveg klikkaðir tímar og við Íslendingar erum ótrúlega öflug í því að fylgja svona eftir, hvort það sé þetta eða eitthvað annað sem við gerum, sko. En hérna, sé eftir því, ég veit það ekki. Ég myndi kannski gera þetta aðeins öðruvísi svona í gegnum, þarna í upphafi heldur við gerðum þá. Við fórum inn að algjöru sprengu og þetta var algjör disruption á markaðinn og svo bara vattið upp á sig og hérna, og nú Íslendingar farin að stíla inn og kaupa sína jólagjafir í nóvember. Það bara búið að breyta kaupaðinn, þannig að þú ert að stilla þennan af og Singles Day, Black Friday og Cyber Monday. Þetta veldur því að það verður of álag á kerfið þessa daga sem veldur tilærendi þjónustufalli gagnvart viðskiptanum. Og þetta bara, og mikið álag á líka hérna, starfsfólkið og það eiginlega betra að dreifa þessu. Já. Dreifa álaginu, þetta eru þungi dagar, það mikið að gera og hérna, það betra að dreifa úr þessu. Black Friday week, Black Week. Já, Black Week og svo sko í Elkjöp að fara að hafa þetta 2-3 vikur, sumir smásalar eru með þetta heila mánuð úti. Veist, það bara orðið ómikið, sko. En hérna, talandi líka bara tilboðsdaga. Hérna, við erum búin að vera miklir baráttumenn fyrir því að innleiða 30-dagarregluna á Íslandi. Ég veit ekki hvort þið þekkið 30-dagarregluna, ég kannski fer hans út í hana. Ég var að reyna að spyrja tjatið hérna þessu, ég fatt það ekki alveg. Það Evrópulöggjöf sem að segja bara að þú, ef þú ætlar að auglýsa tilboða afslátt, það þarf að nota sem grunn inn í það sem fyrra verð, lægsta verð síðustu 30 daga. Sem þýðir það að þú getur ekki sem smásali verið að auglýsa sko afslátt helgi 1 og aftur afslátt helgi 2 og helgi 3 og verða að hringla með sko listaverð og afsláttaverð innan þess að 30 daga. Ef þú ert að fara að auglýsa tilboð, þá það alvöru tilboð. Já. Og þá það byggir það á lægsta verði síðustu 30 daga. Og við erum mjög fylgjandi því að koma með þetta á markaðin út af því ég verð bara að segja að það eru sumir aðilar á markaðinum sem eru farnir að beita tilboðum að afsláttum eins og bara, þú veist, bara henda þessu út eins og ég veit ekki hvað. Verðsagan ykkar, ég elsk hana. Yes, ég ánægður að heyra. Gagnsæi. Hún einmitt að sportna við, auka gagnsæi út af því að þótt að allir aðrar sé að brjóta þess að 30 reglu í kringum okkur, margir ekki allir, ég ekki segja það, að þá hérna erum við allan að reynum við að standa við okkar og einmitt að upplýsa viðskiptanum það með verðsögunni. Þú veist, að sína fram á, herðu, við erum þetta tilboð, þetta alvöru tilboð. Þú veist, við vorum ekki með þetta síðustu helgi eða helgina þar aður. Þannig að, og ég bara get ekki beðið eftir að þessi regla verið innleidd á Íslandi, en það alveg erfitt að framfylginni.
Það því að, þú veist, tilbúðstæðin blandast hún í hver aðra, til dæmis Singles Day, Mhm. það eru 30 dagar, er ekki liðnir þegar Black Friday kemur. Einmitt. Og svo þegar útsalan hefst á jóladag hjá okkur, þá er ekki 30 dagar liðnir síðan að Black Friday var. Alveg rétt. Þannig að þetta er alveg töff, en þetta er hægt og ef við náum að viðhalda þessu, allir hérna smásala landsins, þá erum við bara vekja trú á tilboð sem tilboð. Mhm. Það er alvöru tilboð. Og Íslendingar byrjað að missa trú á tilboð. Mér finnst það, Já. en Nei, ég er sammálaður. Já, mér finnst þið vera svolítið vera svona henda þess út, það er hérna bara vasklausi dagar hver einustu helgi á sumum og eða eitthvað svona, bara einst þetta mikið Já, og hérna, sumi kaup ekki nema sé lækka verð. einmitt. Þá er þetta bara orðið svona, herðu, þú veist, Já. okkur er þetta ekki bara listaverðin hjá þér þá? Já, algjörlega. Maður bara þekkja það líka sjálfur að þú veist, þegar maður sér verslanir sem eru ítrekað með einhverja tilbúðstæð og tilbúð, þá hugsa maður, neytandinn sjálfur, bara hvað eru þá að leggja vöruna á venjulegum mánuði, sko. Einmitt. Þannig En sko, við vorum alveg þarna í gamla daga. Mhm. Við vorum með Elkoblað 50 sinnum ári, hverja einustu viku fyrir mörgum áru síðan og í hverju einasta blaði var lækkun á vörum Mhm. hjá okkur. Já. Já. Þannig að, þú veist, vorum í þessu kannski ómeðvitað, en þessna er bara, svo áttum við okkur því þegar við fórum í stefnumótunni hjá okkur. Herðu, við höfum aðeins að hristu upp í þessu einfald þetta og þeir eru tilbúð, það er að vera alvöru tilbúð. Mhm. Það er útsala, það er alvöru útsala Mhm. og það er ekki eitthvað sem að var á tilbúðu síðustu helgi. Klart. Sjálfbærnin sem við komum aðeins inn á áðan sko 93% flokkunum hlutfall markmið 2030 náðum því fyrr hvernig kemst það okkar? Er þetta meðvitað og sjálfbærni almennt í raftækjaðinanum? Er þetta raunveruleg breyting eða er þetta bara græn þvottur? Já, mörgum er þetta græðþvottur, bara alveg 100 sko, en hérna, þetta er bara mjög erfitt, 90% flokkunum hlutfall, settu það markmið hjá okkur til dæmis og við fórum bara í þetta, við gerðum ekkert eitthvað kannski úr hrikalega mikið, en við bara skilgrindum alla ferla, hvar úrgangurum fer og hérna gerum við fyrir með námskeið fyrir starfsfólk og fórum bara aðeins að hugsa þetta Mhm. og það þurfti eiginlega ekki meira til, aðeins að hugsa þetta, við ekki aðtekla á þessu, allt í einu bara konum 93% flokkunum hlutfall og erum að viðhalda því bara strax og ég er gríðarlega stoltur af þessu og hérna bara til dæmis eins og fröðplast sem er utan öll tæki, Jú. stórtæki, við veitum hvernig er að kaupa þvottal, þetta er bara, Óþolandi. já, þetta er ves, en þú veist bara það að við erum að taka mútið því og þjappa því og hérna og koma því í verð aftur, þannig að þetta sé notað í eitthvað, einhver aðra framleiðslu. En hérna, raftækjaúrgangurinn er náttúrulega, þú veist, við erum að búa til því líkt magna á raftækjaúrgangur hverju ári, en það góða við þetta það er flest af því að mínumati að skila sér inn aftur og ég ætla að pínu að vera á móti úrvinnslusjóð þar, ég tel að allir sé að skila inn úrganginu sinum og hérna og það er rosalega hátt endurnýtingar hlutfall, til dæmis að þið komið sjónvarp sjónvarp, mér minnir að sé yfir 90% af því sem er í sjónvarpinu sem er endurnýtt í annarkort bara hráefnin notið í eitthvað annað og sko kannski 8-10% sem er að fara í urðun, þannig að mér finnst það rosalega gott hlutfall og eftir sem að við förum lengra inn í framtíðina að þá held ég að það verði bara hráefni verði dýrar sem þýðir að úrgangurinn verði dýrar verðmættari þannig að við munum mögulega að sitja á einhverju gullnámu í ónýtum tækjum hérna á endan við getum fara að flytja þau út aftur út af því að Íslandi hefur ekki burði að vera með svona endurnýtingastöðar en getur þá verið í útflutningi á hérna raftækja úrgangi sem allir vinnslu aðlar á Íslandi að gera í dag en það bara, þetta verður verðmættara held ég. Við erum að kaupa notur raftækja viðskiptunum í dag sem að fara þá í hringrásarferli, þú veist, komið gamla iPhone-in og yfirleitt mesta virðið í iPhone símum og Apple vörum að hérna, þá fer þessi iPhone sími bara út í verksmiðju úti hann er púsaður upp og hérna gert við hann stafist allt sér í lagi og hann er seldur aftur þetta er geggjur hringrás. Eru þið með, afsakið fáfræðið minna, second hand, get ég komið með síman og þið kaupið hann að mér eða? Já, við kaupum símanæður, kaupum tölvutnæður og hérna sumt náttúrulega er með einhver verðmæti, sumt er nánast verðlaust en það þá betra skilu sig inn svo þetta fari ábyrga endurnýtingu. Frábært að heyra þetta núna. En svo er líka að selja náttúrulega notutæki
og hérna, ég vildi að Íslendingar væri meira second hand. Já, meira að kaupa það. Við erum að selja tæki sem búið að fara yfir erlendis og komið í sölu umbúður aftur, basically. Og þessi notu tæki, það eru tryggð ákveðin gæði og hlutunum virki. Og, hérna, og flestaði held ég hjá okkur sem er 2 ára ábyrgð. Já. Og hérna, þannig að miklu læra verð. Já. Ég bara hvet fólk til að kaupa þetta, sko. Ég gæti gera meira saman þó að þvottavélin mín hafi notað okkur öðrum, sko. Einmitt, bara Ég er endur ekki þar, sko. Ekki? Nei, ég myndi vilja nýja þvottavél. Já, en ekki, þú vilt það, já. Ég vildi að ég myndi vilja hitt, sko, en ég þeim megin, bara svo sem ég vildi. Þú líka hattar umhverfið, þannig. Greinilega. Já, nei, en auðvitað hver fyrir sig og gott að bjóða upp þetta gegga. Sko, afnema virðisaukaskattin af sölu notar raftækja, væri það eitthvað sem að Já, þú veist, svo erum að tala með vegstæðin. Veist, bara til hvetja fólk til þess að gera við tæki sín. Það var þetta afnema virðisaukaskatt af vikirreikningum. Ok. En síðan notuðtækjum. Við erum að kaupa nota hérna Apple-vörur inn og eitthvað PC og Lenovo held ég og eitthvað svo leis. En verðpunkturinn á notuðtækjunum, hann er bara of nálagt verð nýra tækja. Þú veist, þannig að viðskiptarinn er bara að horfa á, hörðu, þú veist, þetta kostar að nota þetta 100 áskall og þetta kostar 150 áskall nýtt. No-brainer. Bara come on. Þannig að það þarf allan að færa niður virðisaukaskattþrep eða bara afnema virðisaukaskattin til þess að koma lífi í sjálfbærni málin, sko. Þannig að fólk fara að kaupa notutæki. Já, klart. Sko, ef við förum aðeins í framtíðina, næstu 5-10 árin, auðvitað standið í ströngu smáralindina opni í júni og grandi endurnýjaður í október og svo auðvitað netverslun sem að þið hafið meitt eitt meira í samanlagt en hinn að versluna sem er magna. Sko, hvert stefni? Hvert er svona langtíma stefni? Já, sko, við rættum aðeins aðan að við erum með náttúrulega áherslu næstu 5 árs er langtíma sambandið viðskiptaðin og við erum að fara að fókusa á það. En það sem er mesta áskorun er, herru, hvernig ætla að vaksa? Þú veist, við erum leiðtogi markaði og Ísland er ekki að stækka það mikið að hérna, við verðum að finna einhver tækifæri til að vaksa. Við þú veist, getum ekki endalaust vaksið hérna, umfram markasvöxt hér. Þannig að það held ég að sé mesta áskorun hjá okkur og við erum með ákveðna liði sem við erum að fókusa á þar og þú veist, það er fullt af tækifærum hérna, fyrir okkur. Og til dæmis eins og hérna, eitt af því er fjártækni. Já. Og við urðum ein af fyrstu retailerum til að gera þetta sjálf, að fara inn á fjártæknimarkað og lána hérna, fjármagna kaupin í okkar viðskiptaðinum. Það var mikil vinna, en alveg ótrúlega skemmtilegt og við erum bara að byrja að veita þetta í gegnum elko.is og stefnum að setja lánin út á út í verslanir okkar síðar á árinu. Og við sáum það strax bara, þetta er bara 1/3 af lánaveltunni er að fara í gegnum Elko snjallgreiðslur sem bara geggjað og þarna er eitt bara vakstæki sem nú þegar byrjaði að gera. Já. Við erum líka með tækifæri í B2B að selja fyrirtækjum. Það er 20% af veltunni hjá okkur í dag en við vitum að við eigum inni. Við erum að leggja áherslu á lítil og millstór fyrirtæki, byggja ofan á þessum flottu ferla sem við erum með fyrir okkar viðskiptaðinni, að bjóða þá líka fyrirtækjum það og munurinn að stækka það. Við erum með tækifæri í innréttingarsölu. Það eru einhverju ráttækjasalar á Íslandi sem voru að selja innréttingar. Elkjöp er með sitt eigi vörumerki þar sem heitir Epoch og við erum lengi búin að skoða að taka það inn í sölu hjá okkur. Það eru þá eldhúsinnréttingar og þvottahúsinnréttingar og svo afleitt sala í tækjum og tólum inn í það. Og það er gríðarlega mikið tækifæri, það er flókið, veist. Og það er alveg stór aðli hérna markaðanum sem er erfiður en rosa góða kjötbólur og svo eru við líka tækifæri bara í þessu mánaðalegu greiðslu, mánaðalegum áskriftum. Það er að fara ótrúlega langt með það í ýmsu. Svo rekstrarlegan sem er svona pínu verkefni sem við getum veðið og feilað sko. Maður veit ekki alveg hvort að Íslendingar séu tilbúnir í eitthvað svona sko. Sko ef þú eru að veðja á eitt er framtíðin í verslunum, vefnum eða einhverju þriðja sem við sjáum ekki ennþá? Ég held að við verum nú eitthvað þriðja sem við sjáum ekki ennþá. Samblanda því. Mögulega fer þetta agentic selling í einhverja áttir sem við skiljum ekki í dag. Já. Þú varst valinn stjórnandi ársins. Hvernig ætlar að halda þeim titli svona næsta árin? Ok.
Ég held að við verðum bara, ef ekki að lifa öðrum að taka þetta næsta. En, Það erfið að verja titilinn að segja. já, sko, Já, við bara segja það. að stjórnandi ásins, það alltaf, sko, maður verður alltaf pínu auðmjúkur og humble og allt svo leiðis, en ég líti alltaf svo á, þessi titil fór til Elko, það er bara að vera að taka eftir, bara hvað Elko er búið að vera að gera á öllu þessu flottu verkefni, bara viðurkenningu á störfum okkar allra. Og þú veist, ég er ekkert einn í þessu, það er bara geggjaður hópur með mér. Og við öll erum bara að ná þessum ánangri, allt starfsfólki í Elko. Þannig að ég stefna ekki á að vinna þessi velun aftur. Nei, sko við ætlum að hendi smá sturlaða staðrendir hérna, svona að ferða setni endan hjá okkur, messelda varan ykkar, hún er kolsýruhylki, ekki sími, ekki sjónvarp, kolsýruhylki. Já, þetta er ótrúleg sala í þessum kolsýruhylkjum. Og hérna, við erum búin að voru með samningu Sótastrím hérna áður fyrr, sem var algjör þvæla að vera að flytja inn full hylki á einhverju erlendri kolsýru, nota hann á Íslandi og flytja tóm hylki erlendi sattur. Svo eru bara aðalegirna á Íslandi, svo eru bara, það er hérna íslensk kolsýra að koma hérna upp einhverstaðar í Borgarfirðinu. Bara, vil ég ekki bara fá hana eða? Einmitt. Þannig að við erum að selja íslenska kolsýru í dag og í gegnum samstagsala og og þetta er bara eitt að vinsælasta. Þetta er líka fólk að koma að skipta hylkjunum út hjá okkur og við erum með fótaferð, mikla fótaferð bara út af þessum hylkjum. Það er bara mjög vinsæl. 8.000 ísvélar seldar árið 2025. Já, það var ein áhættan og eitt veðmálið sem ég var pínu með magapínu svona þegar við vorum í innkaupunum fyrir þetta. En þarna kom bara, TikTok, bara í Anfeb, bara þetta er the next biggest thing, virtist vera á TikTok. Við tókum bara sénsinn, byggjum þetta upp, allt þetta ár. Við erum búin að vera með ísfjöldinu í 2 ár áður en að þetta moment kom. Já. Ok. Og það seldust eiginlega ekki þannig, sko. Nei, ég hef aldrei heyrt neitt tala um þetta. Akkurat, þú veist, við vorum að selja kannski, ég veit ekki, 50 stykki ári eða eitthvað svona og svo bara kemur TikTok og segir, nei, þetta er vinsalasta varan. Bara, ok, bara 8 og við vorum svo út af því við veðjum svo á þetta, það áttu við verum til. Hún var alltaf til hjá okkur, allt árið og vorum ekki til stokkátti og þetta virkaði. Það er bara algjört stönd sem að maður bara svona, yes, þetta tókst. En líka geggjaður ísinn úr þessu, sko. Já, ég var þetta. Förum með fleira, Sofus pantaði 85 pítsur. Þú ætla bara að fara þangað, minnast að það. Sofus er góð félagi, búin að vera í Elko í 15 ár. Sorry, Sofus. Já, hann það var nefnilega svolítið skemmtilegt að hann var að panta pítsur, hann fór í Excel, sem verið, með þetta marga að panta þetta og svo var einhver margföldin í stæðin fyrir deiling og eitthvað svo leiðis, ætlaði að panta 8 pítsur og endaði 90 pítsum eða hvað það var. Og hann fór og fyllti bílinn og starfsmennir, þú veist, það var bara pítsa afgangar heima hjá öllum, bara þann mánuðin, sko. En ég meina, þetta fór ekki til spillis. Nei, það er sjálfbærni. Það er sjálfbærni, sko. Aprilgabið eitthvað 2011 skuldhreinsivilin. Já, við höfum aldrei gert það í dag. Þetta var vilta vestrið. Það mátti allt í þá gamla dag. Það var náttúrulega verið að fara að lögsækja á eitthvað á hruninu og allt í rugli og eitthvað svo leiðis og mikil svona vantrú komin á bankakerfinu. Þetta er helviti gott, sko. Og við hugsaðum bara, setjum bara, fyrir að selja aprilgabið er vara sem að fólk fer inn í og það er svona skuldhreinsivél. Hreinsa skuldir fyrir alltaf 20 milljónir, ég man ekki hvað það var mikið, þú veist. Og þetta sló alveg í gegn, en þessu myndum við aldrei þóra í dag, sko. Nei, þetta myndi ekki fljúið dag líka. Nei, þetta er svona... Páll Óskar og rakspýrin í Lindum? Já, við fengum oft allskins stjörnur og karaktera til okkar. Hrafn Gunnlaugs var alltaf að koma, Páll Óskar var alltaf að koma í áritun og þú veist, þá vorum við náttúrulega selja svo mikla afþrengu og fengum við allskins fólk og hann, náttúrulega þið vitið að það er alltaf rosa góð lykt af Páll Óskari. Já, eða kemur ekki óvart? Nei, það kemur ekkert óvart. Nei. Bara eins og Rúrik Gísla líka, já, sko. hann potti góð lykt á hann. Ég veit það góð lykt á hann. Já, Páll Óskar kemur hérna og er að úða á sig góðri lykt og svo missir hann rakspyraglasið í gólfið og það er bara svakaleg Páll Óskars lykt þarna í marga mánuði eftir. Sem var bara geggjað, sko. Já, það vildi bara stimpla sig. Já, bara stimpla sig vel inn, sko. Annað sem að mér áhugavert í undirbúning þáttarinn samkeppnisaðili sem mútaði í prentsmiðjunni til að fá Elko-blaðið fyrirfram. Já, það má tala um það í dag. Ok. Það var ekki við að sjálfsögðu. Nei. Við erum honest. En það var rosalega samkeppni við BT á sínum tíma. Og það var alveg bara viltavestri, sko. Það var allt í rugli. Þegar FIFA kom út þá var oft vöntun og byrðum og eitthvað svoleiðis, það var eitt takmarka magn
Þannig að þá vorum við bara að fara í verslanir að kaupa upp lagara til þess að geta selt, sko. Þetta algjört vilt að vestur. Og við vorum að tala um Elko-blöðin. Hverja einustu viku gáðum við Elko-blöð og BT var að gefa út blöð. Ég veit ekki hvort það var í hverju viku eða hvað. En þeir eru svo sniðir, sko. Þeir eru búin að sjá við okkur. Þeir eru komið kontakt í prentsmiðinni. Snillingar. Og þeir bara, ef þú lætur okkur hafa Elko-blöðið, þá látum þig hafa tölvuleiki sem þú getur að spila. Þetta frétti ég náttúrulega eftir á, sko. Já. Þannig að þeir fengu blaðið okkar sem fór í prentun, skilur á þriðjudegi, þeir fengu á miðvikudegi og við gáðum út, ég man ekki hvernig það var, þeir fengu á 2-3 dögum áður, en blaðið okkar kom út og vorum búin að undirbúa allt og lekka verð og allt, þannig að við vorum bara tilbúin að mæta okkur. Já. Svo var einhver ákafla glaður starfsmæður með einhvern nýjan tölvuleik sem vann í prentsmiðinni og þú veist, þetta frétti ég eftir á, en þetta er bara svona skemmtilega saga, þetta er náttúrulega alveg bara svakalega siðferðislega rátt, sko, en já. Já, ég er gaman að þessu. Já. Sko að við endum BT Músin. Já, þetta var líklega hún. Ég skal segja ykkur það, ég fór í BT Músabúningin ásatíð Elko í Hittifyrra. Já, vel gert. Það vissi enginn hvað þetta var. Ekki? Nei, ok. Það var kynsluáskipti. Já, það er rétt. Það voru mjög margir sem bara, hvað er að gera eða þessi gæi, þetta er einhverju músabúning. Já. Loka spurning dagsins er kvöldsins. Tekur eins góðan tíma en ef þú vilt. Hvað myndir þú segja við 22 ára óttar sem er að byrja sölumannsstarfið eða, já. Hvað myndir þú ráðleggja óttari eða ef við ætlum að búa til nýjan óttar innan Elko sem er 22 ára, hvað á hann að gera? Trúða á sjálfvæg og mundu að þú geymir ekki gott veður. Nei. Nýttu þau tækifæri sem að þeir þau gefast. Já, mjög gott. Já, þetta kendi fyrirhundi framkvæmdastjóri Elko mér að þú geymir ekki gott veður. Bara gríftu gæsinu mann gefst. Það er bara pínu þannig. Óttar, framkvæmdastjóri Elko, takk fyrir daginn, takk fyrir komuna. Allir að vesla við Elko. Virkilega skemmtilegt. Allir að kjósa Óttar í næsta kjöri fyrir stjórnardagsins. Takk fyrir Óttar. Takk.